Já. Heyrðu, Poppar Facebook upp hérna maður. Já, Facebook. Ég sá þú varst á Pornhub. Já, þetta er þekkt Pornhub ping. Kæru hlustendur, það er 17. janúar í dag. Já. Og Ég var að taka sömu roms og í næsta þætti. já, tengdamóður mín á afmæli í dag, þannig ég vil óska henni innilega til hamingju með það. Hefur þetta ekki dagurinn þar sem öll markmiðin degi út á árinu? Já, einmitt. Já, í næsta þætti munið þið heyra einmitt. Þá erum við að bjóða ykkur góðan daginn 17. janúar líka, en það er vist 24. þá. Við tökum þetta upp í bölki stundur strákandir. Já, það vil oft verða. Já, þú vilt meina að fólk sé búið að missa sjónar af markmiðu sínum núna, 17. janúar? Ég hef alltaf verið með, alltaf, í einhver ár, búin að vera með það á bakvið eyrað að 17. janúar sé, þá ert einhvern veginn á 3. viku ekki ná að gangast við markmiðu með áramótaheitum, svona þessum sem þú setur svona daglega, ég ætla að vera rektina daglega eitthvað og byrjar að drekka aftur og það hefur verið skemmtilegt að vera með umfjöllun samt sko, þú veist, þetta er ákveðin markaður áramótaheit, ef þú spáir í sko, þú veist, það er ákveðið af sóuðu fé sem að fer í áramótaheit sko. Já, býtu, hvort það sé einhvers konar rannsókn, eða þú veist, hvort það sé einhver gögn til þetta, hvað svona einstaklingar eyða í áramótaheit sem verða aldrei að veruleika. Já, ok, hvað er með dæmi? Það er illmælanlegt, það væri sennilega könnun frekar heldur en einhver, já. Ég reyndar sko, ég fundi mig Þú veist bara eins og kaupa kort í ræktina fyrir 100.000 áskort. Já, ég fór að hugsa líka sko, kannski menn sem eru já, ég ætla að byrja að taka kreatín eða prótein daglega, fer í fitnessport og kaupir fyrir 50.000 kall og notar ekkert að þessu. Nei, svo ertu bara komin í allt annað duft í kvöld, skilur. Já, það er allur gangur á þessu. Já, en með kannanir, ég finn það sko, ég er að vera algjör kannana junkie. Mér langar eiginlega bara að fara að kanna allt. Já, ég veit það, þetta er sko, það er svo gaman að fá svör við góðri könnun. Já. Eins og ég sé mikið eftir núna hafa ekki hendi getum við gert könnun á Spotify? Það var besti hamborgarhrygurinn. Já. Því að ég lendi sama ár eftir ár að vera í krónun eða bónus og hafa ekki hugmynd hvað að kaupa. Þetta er allt eins, fokkin svínasíða, plastpökkuð með engar upplýsingar sem að gera það verkum og maður er eitthvað svona, já, þetta er það sem ég vil eiga. Það vantar svona bara besta frá 2024. Þannig að allir eru bara, ég fer í Ali, ég fer í Kjarnafæði. Já, sko, ég vil meina að það sé markaður fyrir svona óhefbundar spurningar. Ég er að tala um það, bara eins og þetta, eða besta beikonið. Hvað er besta beikonið? Við vitum hvað Kapasent og þetta og þjóðapúlsinn, Gallup eða þú veist, allt þetta. Ekki Kapasent fara á hausin? Já, jú, hvað sem þetta allt heitir þarna. Maskína og annað, þú veist, þetta er yfirleitt eitthvað svona pólitískt og eitthvað svona samfélagslegt sko, en það vantar bara einmitt, þú veist, hvar er besti hamborgarhryggur, skilur? Já, bara þetta er upplýsingar sem að ég ætla að hendi í könnun. Þið verðið að svara þessu, Dýbind og Pingjan, þeir sem borðið hamborgarhrygg. Annað. Breaking news. Kapasent er ennþá á lífi, sko. Já, var það ekki? Þú veist, maður þetta fór á hausin. Ég meina Snorri kom það. Missa sjónar af þessu öllu saman. En já, herðu, með okkur í dag Brand, það fyrir nú að styttast í bestu íslensku vörumerkin. Þetta er reyndar ekki alveg satt. Við byggjum á traustum grunni. Á Kapasent, hvað? Það er þín orð. Já, eða þú veist, má ég sjá Kapasent, gjaldþrota, það nú ekki að henda neinu fyrir rútuna. Nei. Já, gjaldþrot Kapasent nam ríflega 750 milljónir króna 2021. Kapasent á Íslandi gjaldþrota. Þau eru risin úr öskunni, líkt á fuglinn Fönix. Já, og byggja á traustu grunni. Við treystum því. En gaman að sjá að þau eru komin aftur. Gangi ykkur vel. Já, ég vil minna á Brand, bestu íslensku vörumerkin 2024. Það er ekki gjaldþrot þar. Ég verð kynnir á þeim viðburði og við ætlum að bjóða að því tilefni, hlustendum Pingjunar 20% afslátt af miðaverði með kóðunum Pingjan og þetta, þú veist, þetta verður ansi veglegt, sko. Við erum með Jacob stofnanda Saffron sem hefur meðal annars unnið fyrir Meta, þú veist, Facebook, YouTube og fleira. Hann mætir þarna, verður með erindi ásamt Vil frá BrandPie. Það er svona global branding, bara stofa, risastórt dæmi. Svo kemur hann að Finnur Odds og Karin í Livju og Óli í Byrtu og það verður alveg sko, Óli í Byrtu, ausið úr viskubrunnum. Ég þekki allan nema Óla í Byrtu, er það eitthvað legend eða? Já, það er bara, það er kongurinn. Byrta, er þetta lífeyrissjóður eða?
Þetta Birta Lífursjóður Ólafur Sigurðsson alnafni föður míns þannig að hérna, það verður nóg góða gesti það vantar ekki herðu, sko já, fariði og hérna takkið hérna frá miða fáið 20% afslátt með pinginni markaðsveisla herðu, svo erum við líka hérna með ég vil koma inn á Teygja líka bara svona rétt að dreipa á því Já, fyrir þá sem að selja í dag og vilja fá greitt á morgun Já, það skiptir máli að fá hraðar greiðslur og það eitthvað sem að Teygja býður upp á líka með frábæra þjónustu yfirburða þjónustu, myndi eitthvað segja þannig að ekki sofa á verðinum þarna, sko, fariði og hérna tryggið ykkur aðgang að aðgang bara, þú veist, farið og tryggið ykkur hérna Teygja í Guðránarbænum þetta þú veist, netverslun eða pósadir ruglaðir tími til komin þökkum með Teygja fyrir frábæri samstarfsaðilar herðu þáttu dagsins sko, það náttúrulega auðvitað einhverja fréttir og annað sko en ég tók meðvita ákvörðun að vera ekkert allt og mikið í fréttunum í dag Nei það náttúrulega ákveðið, það alveg eitthvað síðan, það rúmu mánuð sem við vorum mynda saman síðast tveir bara í föstudagsskaffinu sko það eitthvað hérna svona alls konar sem að náði athygli minni eins og samdráttur í Þýskalandi annað árið í röð, þú veist, Evrópa hrynur og allt það, maður hefur nú verið að viðra þær áhyggjur sínar ansi lengi Ég held að vera öskrað, þannig að Þorgerður Katrín og Viðreisn neyriða sko Nei, þú veist, ég bara svona einmitt í samhengi þess að það sé verið að tala fyrir aðildarviðræðum í ESB að, þú veist, af hverju að hoppa borði í sökkvandi skip Já, bara svona, þegar maður held akkurat að það var ekki gaman í jarðarförum af hverju ætlum við þá að fara að sprengja upp eitthvað partí í Evrópusambandinu, sko Ég bara get ekki orðað þetta betur Svo nú alls konar hérna með múskaran því að hann hefur nú verið svona dálítið í deglunni hjá okkur að verðbréfa eftirlitið þar ytra að fara að höfða mál gegn honum því að sko hann á að hafa með ólöglegum hætti sem sagt ekki upplýst að hann ætti stóran hlut í Twitter Já, hann að byggja upp stöðuna Hann í rauninni sko sem, þetta alveg valid, skilur hann tilkynnir þetta ekki fyrr en sko, hérna, því segir verðbréfaeftirlitið ljóst að þeir sem seldu Musk bréf á milli 24. mars og 4. apríl hefðu getað selt þau talsvert dýrara ef rétt hefði verið staðið að tilkynningunni en þá sem sagt hann átti að upplýsa kaupin 24. mars en gerði ekki fyrir 4. apríl þannig að þú veist, þarna á milli veit enginn að hann orðin, þú veist, að hann byrjaður að bölka sko Já þannig að hérna, þú veist, það verður reyndar áhvert að sjá hvernig það verður Þetta samt bara eitthvað klink í stóru samhengi Já Er það ekki? Jú, svo veltum Var þetta ekki $150 million? Jú Hann náttúrulega kaupir á 44 hann hafi sparað sér $150 million, Já, en var það ekki líka sektin eða? Eða sektin herri? Nei, það kemur ekki fram með það sko, en hann náttúrulega kaupir fyrir 44 milljarða var það að lokum en hérna áhört að sjá hvernig það verður maður velti fyrir sér þegar þú komið með Trump í brúna sko líka þetta allt einhvern veginn þetta tengist allt svo í Alvotech þau eru stórtæk það ekki bara leikskóli, þau eru að fara að setja á laggirnar Alvotech Akademíu og þetta gerir fólki kleift að sko án einhverja framhaldsmenntunar eða eitthvað að sækjum og bara njóta þjálfunar bara og alltaf fullum launum og þú veist, ef fólk stendur sér nógu vel að þá verður það ráðið að lokum Mér finnst það fallegt og maður velti fyrir sig hvort að einhver frá henni opinbera alltaf Kennarasambandi að vera að drafta upp einhverja feita álitsgerð maður velti fyrir sig hvort að háskólasamfélagið núna rís upp sko, þú veist, að það sé verið að taka ómennta fólk í rauninni inn en ég meina, þú veist Hver að kenna þarna? Já, einmitt En maður velti fyrir sig Þeir eru ekki búin að vera 5 ár í háskólanámi Já, ég meina, þú ferði í háskóla og oftar en ekki tekur þið bara ára aðalega starfi sko, þannig að maður velti fyrir sér að þú tekur skóla í ár áður en þú hefur störf sko hvort að það sé ekki bara fínast undirbúningur en mér finnst það falleg hugsjón og Vestmann að gera þarna vel Það shampoo, lokvæðsdags Það shampoo Hún náði prófunu, hérna smá shampoo En sko ég með í dag ég með dagatal launþegans
og ég með völvuspá Advance fyrir árið 2024. Já, þetta fara yfir. Já, þetta náttúrulega bara eins og ég segi í fyrsta sinn sem við komum hérna frá áramótum 2 saman. Þannig að ég ætla að fara yfir það. Þú ert með eitthvað líka, eða ekki? Já, ég er með smá umfjöllun hvernig best að gera við og ná betri nýtingu í örbylgjófnum. Og það var kallað eftir þessu margir velt þessu fyrir sér. Sko, ég er með eitt hérna sem ég að nöttkessa yfir mig. Og ég veit ég mun fá, við fengum náttúrulega kvart inn á Dýbind og Pingjan þegar ég var með umfjöllun MSG. Fólk fannst það ekki skemmtilegt. Ég er að finna, ég er að verða meiri og svona meiri. Mér gaman að skoða sögulegar skýringar eða eitthvað svona fyrir af hverju hlutur eins og þeir eru. Og ég fór að spá í því af hverju hérna mægisykur í Coca-Cola í Bandaríkjunum. Mægisykur? Já, korn, high fructose corn syrup. Er það sem kallað sprengihveiti? Ég þekki það ekki. En þetta heitir high fructose corn syrup sem notað í Coca-Cola meðal annars. Og þetta á sig viðskiptalegar sögulegar skýringar sem að ég hef gamna en það getur vel verið að við fáum eitthvað hérna naggið þessu. Svo ég með milljónumæring vikunar sem má alveg býða en það slimmarinn. Já, við skulum sjá hvort við náðum því. Það gæti orðið svona, í styttri kantunum þátturinn í dag, við vitum ekki, það ómögulegt að segja til það. En ég að spá að byrja bara á völvuspá Advance hérna. Það ekki að fara yfir vopnahlið hjá Hamas og Ísrael. Við erum ekki pólitískt hlaðvarp. Nei. En við sjálfsögum fögnum því bara að menn leggja niður vopn í þessum ljóta heimi. Já, það var samt svolítið flott hjá honum í friðaræðinni. Þá fagnaði hann 7. okt. Talaði að þyrfti að gera þetta aftur. Hver þá? Hamas leiðtoginn. Einmitt. Og fleira, þetta var bara svona hvað mun þetta vopnaflið vera lengi. Við skulum bara leyfa einhverjum öðrum að spekulera í þessu. Nú, sko, fyrsta sem ég segi, ég fekk gæsahúð. Ég hlustaði á þáttinn okkar frá því fyrir árið. Þetta var 29. desember 2003. Þá var ég að spá fyrir árinu 2024. Það ertu náttúrulega einhverju maníu, ég man eftir þessu. Já, fyrsta sem ég set á blað og ég segi bara, ríkisstjórnin, hún fellur á árinu og Kristrún, hún mun taka við. Já. Ég hlustaði á þetta og ég fekk gæsahúð. Já. Þannig að ég reyndi sannspár þarna. Bjarni Ben vissulega sprengdi ríkisstjórnina og Kristrún tók við. Það sem fylgdi eftir þessum orðum var að fjármagnstekjuskattur hækkaður instant upp í 26%. En svo var það ekki, en ég meina það nú sennilega bara. Býtu, þú varst farin að spá því þarna? Já. Þetta áður en að plani sem ekkert varð úr var kynnt. Já. Varaplanið sem enginn hefur síðan. Já, einmitt sko. Áhugavert. Þannig að þetta rættist. Nú, því næst talaði að verðbólga myndi lækka hægt á árinu 2024 og myndi enda í 5,8%. Ég reyndist ekki sannspár þar, verðbólga endaði í 4,75%. Allt í góðu, við erum öll mannleg. Svo kom ég með, alltaf búin að vera með þessi sérúrræði bankana á heilanum fyrir, ég segi orðrétt, sérúrræði hjá bönkunum til að bjarga öllum sauðunum sem keyptu auka íbúðið að spenntu bóðunum hátt árið 2021. Og það kom ekki til þess að það varði ekkert úr þessu sérúrræði. Þannig að ég þarf að geta hatt minn þar. Ég talaði að nýbyggingaverktakar myndu fara á hausinn, að við myndum sjá að verktaka fara á hausinn á árunu. Það hefur nú eflaust ræst eitthvað að því sko, en það er ekkert eitthvað að þessum stóru að það. Ekki því ég veit. Ég held að svona eina sem að hrist upp í einhverjum bransa síðast ári eitthvað það var fyrir 2 árum var að voru einhverja bílalegur svona stærri sem fóru á hausinn. Þú veist, og því að það sem þú spáði fyrir einmitt eitthvað sem maður er búin að heyra í 3 ár. Já, nú fara verktakarnir að skjálfa á beinunum en það er einhvern veginn eins og þeir séu bara nógu vel fjármagnaði til þess að sitja á nýjum íbúðum sem ekkert seljast, engin bílastæði, allt í steik. En kannski þetta stóra árið. Já, hvað veit maður? En þú veist, varst ekki búin að heyra saman með bílaleigurnar? Það væru allt og margar og skuldsettar og bla bla. Ég held að það hafi verið stærsta sem fór á hausinn var eitthvað Reykjavíkur, bílaleiga Reykjavíkur eða eitthvað. Já, ég man það ekki. En þú eru orðið svona þokkalega mettu markaður sko, bílaleigurnar. En að myndi maður halda, hvað veit maður? Alltaf svigrúm fyrir nýsköpun svo sem. En svo kom ég næst í þetta með að það enn frekari hækkun á húsnæðisverði. Ég spáði fyrir 12% hækkun, nú fór ég að fletta upp gögnum 11,3% innbíli og 7,3% fjölbíli, þannig að þetta var kannski alveg nákvæmt en
nokkuð, þú veist, nálægt einbýlinu. Já. Því næst að við munum sjá Trump vinna forsetakosningar. Það reyndist vissulega rétt. Heyrðu, vel gert. Og svo talaði að þau munu draga sig út úr NATO í kjölfarið og það náttúrulega eitthvað sem að við komumst ekki að fyrir en að embættistaka hans hafinn, á sér stað. hefst. Það verður 2025 núna á þessu ári. Ég talaði að Æsland myndi ná áður óséðum hæðum og það myndi rjúfa þristinn. Já. Og þar hafði ég nú heldur betur rangt fyrir mér. Það er ótrúlega spá hjá. Það gæti hafa verið einhvers konar óskhyggja. Já. En Ertu ennþá að nynni það? Ég ennþá partur á bláa hernum. Það bara Jesús, hún blæðir. Hún blæðir. Þetta verða sjaldgæf bréf hérna eftir nokkur ár. Hvað ertu búin að fá í buybacks og arð? Herru, það er bara fyrir mig að vita. Er þetta unrealized gains kannski? Þú getur flettið upp. Já. Herru, því næst talaði að Solid Clouds eru stórir á TikTok. Sagði myndi verða væral snemma á árinu, munu tífalda veltu sem myndi leiða til gríðalega hækkana á markaði. Svo sagði ég bætti við þegar síðustu hlutafjáraukningu lokið. Já, og hvað? Og ég meina þeir eru núna í breytanlegu skuldabréfútboði og þannig að þú veist, þetta stóðst að sjálfsögðu ekki. Sko ég rak upp stór augu þegar ég sá 15% vexti á þessu skuldabréfi. En er það ekki þannig að þú getur ákveðið síðan í september hvort þú takir vextina á þessu bréfi eða konvertir í hlutabréf? Ég þekki ekki skilmáluna í þaula, en það er náttúrulega breytaleg skuldabréfur í eðlisínu þannig að þú getur breytt í hlutafé á einhverjum ákveðnum dagsetningu eða eitthvað milestone sko. Já, þannig að gefur augalegið ef að hlutabréfinu eru búin að hækka meir en 15% þá ertu með þann hvata að breyti sig frekar í með að við gengi sem þú kaupir á, ekki satt. En svo veit maður ekki, þú veist, þetta er til einhver ára þetta. Nei, þetta var til september 2025 held ég. Nú, þetta var bara... Ég held það. Okay. Þetta lúkkaði meira bara eins og eitthvað brúalán eða ég veit ekki hvað En ég minna, þú veist, 15%, ég minna þetta er bara svipuð prósent á verktakar að taka lán á, líku við, sko, eða fyrirtækja lán, sko, með góða álagi. Já, með veð í þeirri fasteign. Já, þannig að, þú veist, 15% er ekkit hátt í sjálfu sér, sko. Sennilega smiða við áhættu ekki nóg átt, segir sumir. Ég er að segja það, en það er ekki okkar að meta. Sko, ég sagði að það eru stóra sameiningar á árinu hjá útgerðun. Já. Ég held að það hafi ekkit verið eitthvað svona öskrandi stór sameining, eða það nokkuð? Nei, ég var einmitt að skrifa það í mínu árslokabréfi að þú veist að þú ert með leiðilegt ár í sjávarútvegi þegar flestar fréttir Samherja snúast vörumerkismál við listamann sko. Þú veist, þetta var hundleiðilegt ár að mörgu leyti. Ekki mikið að frétta, þannig að ég skeita með þannig. Nú, ég talaði að 2024 yrði á rafmyndana og ég talaði að XRP myndi skara fram úr og að einhverju leyti, maður sjá, hvað ertu með það? Já, Solid Clouds 15. september, Já, rétt. Gæti verið skjótu gróði núna í 9 mánuði. Já, hvað veit maður. En ég ætla að segja að ég hafi haft rétt fyrir mér hérna. 2024 á rafmyndana. Bitcoin rýfur $100,000 múrin. Sagður það? Já, ég sagði ég sagði ekki að það myndi rjúfa múrin, en ég sagði að XRP myndi skara fram úr og það var eiginlega bara rétt. Var í kringu $0,6 þá og var í lok árs í 2,4. Þannig að þetta er bara fjórföldun. Býtu, XRP er aftur hvað? Það er Ripple, já. Og Ripple hefur náttúrulega verið núna, ef við tökum það sko, 468% síðastliðið. Já, bara Ripple stóð í gærkvöldi í 3,15 og hvað er það núna? Þetta er bara sko, 3,18. Það eru náttúrulega sögursagnir í gangi núna að Elon Musk sé eitthvað að dutti í því sko. Já. Þetta tekur að stað 30. október. Já. Þannig að djöfur sér stáltaugar sem voru haft, þú fara oft í guðun að það er mitt sko. Bæla kvíðan yfir þessari spá sko. Herðu, ég vil meina að þetta 2024 var að einhverju leiti ára rafmyndina, einhverju segja að 2025 verið stærra. Hvað er svona innra verðgildi þessara myndar, XRP? Já, sko, nei, ég náttúrulega á ekkert að vera að tjá mig sérstaklega rafmyndir en það er náttúrulega, XRP er ákveðin svona greiðslumiðlum. Þetta er svona það sem jafnast á við Swift-kerfið, bara svona og er talað að geti leyst mörg vandamál ef það er nægur pólitísku vilji til þess að þá er hægt að gera þetta talsvert skilvirkara og Elon Musk hefur meðal annars rætt þetta en
það er einhverja sögusagnir núna að þú veist, það er Exir, skilur it's all fun and games hjá Elon, sko, þú veist, hann bara að hugsa út í þetta. Ég skil þig. Því næst talaði að Jón Ásgeir yrði viðskiptamaður ársins og það var náttúrulega kannski fljótt að mér að segja þetta því að þú veist, viðskiptamaður ársins er náttúrulega ekkert kjörin held ég strax, en það var vissulega núna hjá viðskiptaverðlaun viðskiptablaðsins vorum daginn, þá var það Baldvin Már, forstjóri Atlanta. Já. Hann var kosin viðskiptamaður ársins þar, sko. Jú, sem ég gaman að því félagi. Já, en ég menna að þú veist, Jón Ásgeir, ég menna að það var ýmislegt að gerast undir hans stjórn á árinu, ég menna prís og fleira. Já. Þannig að samt svona pínu skýta ár, það gekk ekki alveg upp þessi samrunni við samkaup og eignast nettó. Ég trúi því að hann muni verða þarna innan 5 ára. En svo sagði ég gervigreind yrði sett á ís. Já. Það bara menn myndi bara panika og segja bara við þurfum að stoppa þetta, en nei, það hefur ekki verið gert. Þarna var ég að sjálfsögða að vitna í að það er einhvers konar löggjöf og annað, en það verði ekkert úr því. Skeita mig þar. Svo kom ég með eina helviti góða, ég sagði það eldgós á árunu og það voru alla liðnir bara nokkri dagar og það var byrjað að gjósa. Þetta var mjög sterk spá. Það voru hvorki meirinu minna 6 stykki á árunu 2024. Já, ég bettaði börnunum á þetta með þess. Og svo sagði ég að þetta yrði risastórt ár hjá Adda og Ida. Já. Og það rættist, þú veist, ég meina. Já, það ekki. Ég meina ef ég tala fyrir sjálf á mig, mánuðið seinna er ég búin að kaupa mína fyrstu íbúð. Já, rétt. Svo eignast ég náttúrulega barn líka á þessu ári, alveg grunnlaust þarna á þessum tímapunkti, sko. Þannig að þetta Já, samt er það nú örugglega eiga sér stað þarna á þessum tíma. Já, svona kannski mars eða eitthvað. Það er getnaður verður. Við förum ekki til smáatriði hvað það var. Hvað, manstu hvar varst staddur? En þetta er bara stórt ár allavega fyrir mig og ég meina, varst þú ekki líka eitthvað? Jú, ég held að minn stærst áfangi fyrra, ég fótt í tenni, loki janúar, það var rosalegt. Já, ég meina, þetta er bara, þetta rættist svona, 30% eða eitthvað hjá mér? Já. 40%, jável, ég tek því alveg. Þannig að, þetta var mín spá. Ég var reyndar ekki með völvuna 2025. Herðu, Kjarnhiti náður reynda sögulegum hæðum. Herðu, einmitt, ég sá það. Ég held að 8.000 manns verið að skoða hérna á gamlástag. Í alvörunni? Já. Shit, man. Það er 2% þjóðarinnar. Það var rosalegt. Það er svakalega tölum. Já, ég var mjög ánægður með það. Já, náður að selja eitthvað inn á þetta? Nei, ég bara misti sponsinn meira að segja, þannig að maður þarf eitthvað að fara að gera í þessu. Þetta er svona passion project, þetta kostar svit, tára og blóð og allt það. Herðu, ég vil komin á hafið sem að er hérna í Hlíðarsmárunum nágrannir okkar. Já. Ég er komin endanlega á Bernesvagnin á plokkfiskunum. Rosalegt. Það er Bernes og ostur og allt og rúbrauðið maður, þetta rúbrauð er eitthvað það besta sem er hérna úti, lúksus rúbrauð. Já, krakkandi slefa yfir. Það þarf eiginlega að gefa þeim þetta í hérna eftirrétt. Láttu við þetta fiskinn fyrst. Já. Svo hérna dreguru undan borðinu. Svo ég misst maður rúbrauð. Rúbrauð með smjöri. Ég heyri það. Og þau elska þetta. Rúbrauð fyrir krakkana. Já. Svo er náttúrulega bara allt annað, tilbúnir réttir og flökuð flög. Já. Það er búið að flagga þetta. Það er allt flaggað þetta. Það er búið að flagga þetta allt. Nei, 0 leikur á 9 ári. Fiskur allan á 2 ára viku. Ekki spurning. Það er eina vitið. Tökum hafinu fyrir. Herru, ég vil koma inn á GoCarRental líka. GoLeiga.is. Þar eru við með allt frá bara snötturum og upp í forstjóra bíla. Það er tilboð núna á Dacia Jogger. Já. 79.900 á mánuði, þú veist, þetta er náttúrulega bara í alvörunni gjafaprís því meira, þú veit, ég segi bara prófaðu og þá áttar þið á því, hvers luxus þetta er, sko. Já, akkurat. Það er allt innifalið í þessu, allt frá bara viðhaldið upp í tryggingar, þú veist, þú borgar bara bensínið. Þannig að eitt sem ég langar að mæla með, taka krók. Það er rosalega hitt í dag að vera með krók. Já. Skóta Kodiaq með krók er held ég svona fram í mæ. Nei, fram í ágúst segi ég. Örugglega besti bíli sem þú getur tekið þarna inn. Að vera með krók skiptir rosalega máli. Það er hjúts. Svo er Mitsubishi Eclipse. Hann er á tilboðsverði líka, 99 skall. Þetta er stórgóður bíl. Þú ég segi sjálfur frá. Hvernig vél er í honum? Ertu eitthvað inn í því? Vélinn?
það þýðir ekkert að spyrja mig út í eitthvað svona véladót sko. Nei, ég valla kann að setja rúðupiss á bíl sko. Þegar þú velur vél, tekur þú tveggjahásinga eða Þegar ég vel ég minn eini. En herðu, hérna fáið góða ráðgjöf við að velja vél. Ég fer sjálfur alltaf í tveggjahásinga vél. Fara inn á GóLeigu, setja pingin í afsláttakóð. Þú var 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuði. Þökkum GóLeigu kærlega fyrir. Og að því sögðu vil ég líka koma inn á hérna Jómfrúna sem núna, við höfum talað fyrir sig í janúarhefð. Já, fara í álinn. Fara í álinn í janúar, já. Janúar mánuður álsins. Já, Tóti Páls. Ég dró ál þarna, guilty pleasure. En Jakob sagði mér að þeir eru að kaupa ál sem ekki útrýmingahættu. Þannig að þú þarft ekki að skammast þín, þú borðir þetta. En hefðin er þessi, taktu sjefana sem þú hittir ekki í desember og byrjaði árið í janúar. Gæti ekki orðað betur sjálfur. Þökkum Jómfrúnni kærlega fyrir samstarfið og ég vil minna það að ég vil verta að byrja að bóka jólin næstu bara núna strax í dag. Já. Ef þú ætlar ekki að verða undir. Ef þú fannst fyrir skömmu á aðfangadag og hafa ekki farið í desember, þá getur þú bætt fyrir það núna. Margir, opna pakkana, 2-3 börn og bara kom ekki hugan að því, ég fór ekki á jómunni. Við fórum á jómuna. Alvöru bömmri, ég fór tvisvar. Það var rosalegt. Já, ég meina þetta besta á lífsmins. Í raun, sko. Minni eiginlega líka. Herðu, en sko, nú ég með hérna dagatal Lundþegans. Ert þú með eitthvað sem þú vilt skjóta inn í hérna? Hvað varstu með hérna með örbylgjónum? Ja, það er bara upp á nýtinguna. Já, ég meina þú veist, við erum hagnýtt hlaðvarp. Já. Við viljum hagnýta. Bara, já, ég ætla ekki að fara með það núna, þú veist, það var eitt dagur sem varandi að ef þú ert með Billys pítsu, aldrei setja hann á 9 mínútur og 900 watt. Nei, 9 mínútur? Já, og alveg hakkaðum sko. Gerðið þú það? Ég hef gert það. Jésús, ég er sko með á 1000 hérna og set bara í halva mínútu og það liggur við að bara alltaf renni við sko. Já, þú veist, það var svona eitt af ráðunum mínum að setja minni tíma að þú heldur. Já. Þú veist, þetta var oft jók hjá mér að setja á 9 mínútur. Svo er ég svona sveimhugi, þannig ég var bara búin að gleyma því. Einmitt. En það fyrir allt í hass. Hefur þú séð Billys á 9. mínútu og 900 wattum? Nei, ég get ímyndað mér að það sé bara mauk. Já, það er bara þetta er ljót sjón. Þetta er bara eins og einhver TikTok-vídeó úr stríði sko. Ógeðslegt. Og er þetta liðurinn bara aldrei að setja? Þetta var bara neitt að ráðanum. Ok. Takk fyrir það. Ég hagnýtt ráð, ég meina fólk getur sparað sér Billys pítsu þarna. Já. Setja kannski bara halva mínútu frekar eða? Já, líka bara upp á þau ekki að þrífa örbylgjuofninn. Já, en já, varstu með eitthvað fleira þarna? Já, vilt að ég, sko, þú mátt alveg ráða. Þú takir eitthvað inn á milli áður en ég fyrir í dagatali? Hefur ekki að koma þig frá smá svona naggi í byrjun ás að ég taki sykurinn? Já, jú. Því að þú vissir ekki alveg hvað þetta var? Nei, þetta er eitthvað síróp eitthvað. Sko, þetta er eiginlega svona, niðurlagi er bara tollar virka aldrei. Bitna alltaf á neytendum. Það var svona, og jú, Robert Kennedy Jr. Já. Þú veist nú hvað það er? Já, hann er undir, hvað segir maður? Rugglaði Robert, eins og rúvarandi kallar hann. Hann stendur undir, já... Hann er nú ekki rugglaðin að það. Hann sem ekki skít þessa dagana. Já, hann er nú ekki rugglaðin að það. Hann er búin að setja Make America Healthy Again á oddinn. Þannig ef hann verður heilbrigðisráðherra, ég held að sé heilbrigðisráðherra efni Trump, en það þurfa að kjósa hann. Þannig að hann er ekki orðina. Nei. Hann hefur farið mikinn í umræðu gegn offitu Bandaríkjanna og meðal ýmissa mála hefur hann nefnt að banna þennan maísykur, eða high fructose corn syrup. Þú veist, það er bara áhört að sjá hvers efnahagsleg áhrif það mun hafa á Bandaríkin. Já. Að banna hitt og þetta af þessum gerfiefnum og annað, skilur við því að... Ég er að fara í það. Og hérna, það hefur oft verið spáð í að þetta er svona umþabil eina ríki held í heiminu sem er að framleiða Coca-Cola sem er með þessa tegunda sykri í drykknum. Og þess vegna er oft talað hérna, hefur verið nefnt að Coke frá Mexíkó dýrara og hefur verið að flytja inn út af því að það er með alvöru sykur reyr sem er hérna úr Suður-Ameríku eða Mexíkó. En hérna, hvað er það? Við þurfum að fara í smá sögu skoðun. Dwayne Andreas, geitilinn leiknum, mundu nafni. Dwayne Andreas. Upp úr 1960 verður hann framkvæmdastjóri matvælavinnslu sem er á markaði í dag sem heitir ADM, þú getur flettið mig upp, ADM Stock Price. Tekur sérst við árið 1970, maður byrjar að vinna þarna eitthvað áður. Komst svona í heimsfréttina 1990 þegar hann náði einhvern veginn að dodja svakalegt verðsamráð. En það er önnur saga.
Sko, Dwayne okkar var fyrst og síðast networker, svona tengslakall, þekkti vist alla, spilaði póker með Ronald Reagan, kannaðist við Gorbachev, Bob Dole og fleiri góða, talaði hann hafi verið nokkuð sterkur í Washington. Hann sagði vist eitt sinn, sem fræktur orðið, Washington is not made up of the smartest people. Svolítið svona eins og þú segir stundum Alþingi. Alþingi samastendur ekkert alltaf af gáðast af fólkinu. Láttu út mér en höldum áfram. Góð lína. Allavega upp úr 1960 þá ADM, þetta sérst food processor, þeir eru bara svona besta dæmi sé ekki bara eins og kjarnavörur eða eitthvað, þeir eru bara þú veist, þeir eru ekki að framleiða matvælin, þeir eru að framleiða vinnan. Er þetta ekki vinnsla bara? Jú, og eru svona að vinna allt sem þú myndir nota í þín eigin matvælvinnslu, þeir eru að búa til sykur og hveiti og svona áframvinnsla á hrávöru, eitthvað sem að þú myndir kalla hreint hráefni. Já, má vera. Á þessum tíma upp úr 1960 að brjótast fram tækniframfarir frá Japan sem ganga út á það að fullvinna maíssterkju eða maís hvað heitir þetta ekki, stilka eða maís svona, stöng bara fullvinna úr korni maís og til verður að það brotna niður sætuefni sem að fæ nafni high fructose corn syrup og það sem sagt verður til þetta efnahagslega tækifæri að þetta helmingi ódýrara heldur en verð á sykri á þessum tíma. Heimsmarkaðsverð á sykri og þetta helmingi ódýrara og þetta bara eitthvað meðafli af því að vinna korn eða maís. Svo gerist það á 7. áratugnum þegar Dwayne Andreas okkar að vinna á ATM að heimsmarkaðsverð á sykri fer úr 70 centum á pund niður fyrir 10 cent á pund. Þannig að varan hans Dwayne okkar ekki lengur samkeppnishæf. Hann situr uppi með framleiðslu á kornsírópi sem að orðið dýrara heldur en venjulegu sykur. Þannig að framleiðendur og aðrir fara að byrja að snúa sér að því ættu við kannski bara að vera að nota sykur frekar heldur en þetta high fructose kornsíróp þitt. Betur fyrir Andreas, þá var hann í rauninni ekki sá eini sem hafði tekið þetta ranga hrávörubett. Því allir maís og sykurbændur í Bandaríkjunum voru í slæmum málum á sama tíma og hvað gerir okkar maður á þessum tíma? Segð þú mér. Hann lobbyar. Löngsaða stutt, bandaríski bændur, sykur og kortbændurnir, maísinn, átti ekki roði ódýrt vinnuafl frá Jamaica og Dóminíska lýðveldinu sem voru áfram að framleiða sykur á þessu lága verði. Hvert árið þannig, segir 1970. Þeir eru upp úr 1970 og Andreas okkar, nokkuð snjall, nokkuð veltengdur, fær bænduna með sér í að lobbya gegnum ríkisstjórn Jimmy Carter að setja á laggirnar tolla á innflutning á sykri til þess að verja innlenda framleiðslu, sykurbændur. Þetta gengur í gegn og 1977 búin til sérstakur framleiðslu styrkur fyrir framleiðendur á sykri í Bandaríkjunum. Þannig að þeir séu með samkeppnishæfa vöru við heimsmarkaðsverð eða fái bara greidda bætur fyrir sína framleiðslu. 1981 hendi svo Reagan í fyrsta skipti í innflutningstolla á erlenda sykur sem gerði það verkum að Bandaríkin hætta að í rauninni framleiðendur að hætta að geta flutt inn sykur erlendis frá. Þetta að sjálfsögðu gert til að verja innlenda sykurframleiðslu. En það sem að enginn var að átta sig á var að Andreas var í rauninni beinast í samkeppnisaðilinn við þessa sykurframleiðslu því að hann var hvort bara að nota eitthvað affall af kornframleiðslunni og var með 30-50% ódýrari vöru heldur en innlendu sykurframleiðendurnir. Tollarnir gerði það verkum að verð á sykri hækkaði instantly og okkar maður sat uppi með nánast einokun á framleiðslunni á þessari afurð sem high fructose. Heimsmarkaðsverð á sykri í kjölfar þessa tollasetningar bara skyrocketar fer úr bara $9 upp í 40 og eitthvað, þú veist. Ertu að skoða bara í kringu 1970? Já, þetta svona 78, 79, 80 77 byrjar þetta 80 næri þetta hámarki, október 1980 fyrir þetta inn í 41,4 eitthvað, þú veist. Ef við tökum bara hagfræðin í þessu, fyrsta heimskulega sem gert framleiðslu stuðningur sem sagt ríkisstjórnin byrjar að styrkja þá í sykurkaupum. Auðvitað matchar heimsmarkaðsverði það sem verið að styrkja þá þannig að verð á sykri bara hækkar og svo 81 koma tollarnir þannig að það verður ógjörningur að flytja inn sykur til Bandaríkjanna. 28. janúar 1980
stígur stærstu framleiðandi eða neytandi á sykri í Bandaríkjunum fram. Viltu giska hvað það er? Nestle. Coca-Cola. Coca-Cola, já. Og tilkynir að byrja sig að fasa út sykur yfir í þetta hérna high fructose corn syrup. Í þessa djöfla sýru. Já, fyrstum sinn átti að vera 50-50. Á innan við 4 árum var þetta orðið þannig að þeir framleiddu ekki úr neinu öðru en maísykri og það er ennþá þannig í dag held ég. Þekki ekki alveg með Coke Zero hvort það sé ekki úr þessu. Og þú veist, en hvernig, já, og þetta er óhollara heldur en bara venjulegu sykur. Sko, það er kenningin sem er í dag og alls konar rannsóknir með það að þetta er sé ástæðan fyrir offitu vandamála. Skrifaðu obesity rate USA til að sjá hvort það sé eitthvað að marka það að þessi unna sykurvara standi undir offitu faraldrinu. Þau eru bara í kringum 40% sko. Já, en getur þú séð eitthvað línuritt aftur til 1980? Já, ég hef oft séð bara hana, what happened in the 70s. Já, því að það líka byrjar að spike, það kemur smá exponential fítus svona upp úr 85. Já, sem er bara í kringum það leiti á þessu 10 ára tímabili eru Bandaríkjana færast yfir í high fructose corn syrup. Allavega 1980 er þetta bara í kringum 10%, eða svona 12-13%. En sko ekki bara Coke, þetta gerði það verkum þarna kringum 77. Allir ísframleiðendur, bakaða vörur, morgunkorn, hlaup, nammi, öll framleiðsla segir dettur í hug sem nota sykur, færðist á 5 ára tímabili úr sykurreyr sem er bara eðlugur eða venjulegur ræktaða sykur yfir í þessa sykurtípu sem heitir heldur bara maísykur. Þetta er svakalegt. Þetta með Coke og Pepsi switchið vakti upp í það hörð viðbröð að það var maður á nafni Gay Mullins sem að fór í mál við þau og sagði að hann vildi fá aftur uppskrift æsku sínar sem var sem sagt bara Coke og Pepsi úr venjulegum sykri. Hefur þú eitthvað, þú veist, fannst þér Coke í Bandaríkjunum? Maður finnur alveg munnin, það er alveg hægt að finna munnin og bara sama hérna ef þú kaupir heldur Pepsi Max í Costco þá ertu með Brest Pepsi Max þannig að það er alveg hægt að byrja þetta saman. Hraðspóla til ársins í dag, þetta er svona bara söguleg skýring hvað gerðist og af hverju þessi tollar eiga ennþá við í dag er ennþá sem gerir það verkum að það er eiginlega engin hérna matvæli framleidd nema úr þessum maísykri sem að meðal annars ADM sem er á hlutabrauðmarkaði er að skaffa. Fjöldi rannsókna er búið að meta að þetta kosti ameríska neytendur 2,5 til 3,5 $miljardar á ári tollarnir því að heimsmarkaðsverð á sykri hefur oft lækkað en ekki gefur eftir þarna. Neyslan á þessu hefur þó farið minnkandi en það er alltaf bent á þegar á að fara að afnema þetta að þetta myndi eyðileggja landbúnað og sykurframleiðendur. Já, sko það gerist líka í janúar 2024, bara fyrir ári síðan þá gerist eitthvað kringu 19. jan að bara hríðfellur verðið 25% bara á einni viku sko. Og ætli það sé ekki að þá er Kennedy byrjar að gefla sig eitthvað. Ég veit ekki hvað það er, hann er náttúrulega bara það gæti verið sko. Þú veist, það er svona ár síðan að þetta byrjaði allt svona rallið í kringum, þú veist, forsetakostingarnar og menn fóru að sperra sig opinberlega. Gæti verið sko, ég getur kannski ekki flett í upp. Allavega löngsaga stutt, það er alltaf talað hérna að þessu verði aldrei breytt. ADM er top 5% contributing lobbyist í Washington í dag, þannig að það er ógeðslega erfitt nú þessu við. En fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík og mörkuðum þá verður mjög áhugavert að fylgjast með Bobby og hvort honum nái. Já, Bobby Kennedy. Annað sem er bent á er að sko framleiðsla á sykri í Bandaríkjunum sem sagt bændurnir sem er alltaf að tala um að störf sé að vera að verja eru undir 0% af ræktuðu, 1% af ræktuðu landi í Bandaríkjunum og það hefur verið bent á það ef þessi tollar væri ekki þá voru 4% færri störf. Áhugavert, Þannig að mögulega ættu bara að vera beingreiðslur til þeirra fáu bænda sem að yrðu fyrir tjóni. Já, ætli það myndi ekki borga sig, bara ætli það verði ekki vinn-vinn, eins og við myndum segja. Sem er ekkert ósvipa og hefur verið bent á með Ísland fyrir fjölmargt sem við erum ekki einu svona framleiða en erum samt með tolla á. Já, þetta tollasystem er tóltið svona úrelt fyrirbæri. Þú veist, þetta er bara svo augljós lobbyismi, sko. Já. Á mörgum stöðum. Þannig að og sko það er aldrei hægt að breyta þeim því að þá er alltaf bent á bara hann Jón í Keldnaholtni sem að er bara að fara að missa lífsviðurværi sitt en ekkert tekið saman hvað með 300.000 neytendur sem að myndu hafa sko 20.000 betra á ári. Já, ekki spurning en það er fátt varanlegra en tímabundir tollar og skattar. Já, akkurat. Eins og við vitum,
Þannig að við skulum hafa það þannig að þetta sé meira bara svona kapli 1 í sögunum sigur. Já. Það mæðið sigurinn. Og ef þið ætlið að í guðanabannu sendið bara á mig persónlega, þetta var leiðilegt. Þetta var þú veist, ég elskar svona tolladæmi því að þú veist, gögnin sýnaði alltaf á endanum hverslags áhrif þetta hefur, sko. Þú veist, og það virðist sem menn bara loki alltaf augunum fyrir því og þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt input. Ég vil samt koma inn á þetta er rentapartí. Það er nýsköpun í gangi þar. Tölum sigurinn og förum yfir í rentapartí. Heimaform.is nýtt úr fjölskyldu rentapartí. Nýtt úr smiðju. Við sem elskum að leigja, þá er þetta geðveikt tímabundi átak. Þetta er til dæmis dæmi sparnað á áramótaheiti að í staðin fyrir að kaupa þér spinninghjól sem ég veit ekki hvað kostar 100 áskall eða róðuravél þá ertu bara að fara að leigja þetta hjá rentapartí. Heimaform.is. Ég þurfti að gera þetta núna, maður er mikið heima með krakkan, sko, þannig að maður þurfti eiginlega bara að grípa í þetta, sko. Ég er að setja með svona leitmark með að vera með spinninghjól fyrir fram á sjónvarpið. Ég held að það sé eða róðuravél. Já, ég meina, þú veist, það er margt vittlausara. Ég hef heyrt margt vittlausara, sko. Það er oft hátt orkustig á kvöldin þegar maður ætti rauninni ekki að liggja upp í sófa heldur fara út að hlaupa að vera bara á spinninghjólinu. Heimaform, þið getur fengið lóð, hlaupabretti, róðuravél, þrekhjól og þetta er náttúrulega snilt á vinnustæðin líka. Já, þetta hljóma vel. Tímabundi átak á mannestildina. Mannestildina. Þakku rentapartí fyrir. Í hvað deild fyrirtækis ætli að sé hæsta prósenta kviðfitu? Já, þú sko. Hvað er svitna minnst? Já, það er góð spurning. Maður vill ekki sko mannestildin enda þegar ég hugsa tilbaka er alltaf í standi. Já, mannestildin er alltaf á hlaupum sko. Ætli sé ekki þú veist, tölvudeildin, ef við tölum bara mannamál. Þú hendið þeim fyrir rútuna. Þú veist, tæknideildin, einhvern veginn. Snakkpókastrákandi. Já, ég veit ekki. Við erum líka með félag lykilmanna með okkur og hætt að borga undir aðra og borgaðu fyrir sjálfa þig. Já. Þetta er svo kallar 360 gráðu afkomu öryggi sem þau hafa verið að kynna til leiks. Þar ertu með launatryggingu, líftryggingu, slysa, örorkutryggingu og allan pakkan út með sjúkdómatryggingu barna sem kemur sér vel fyrir nýbakaðan faðir sem er í félagi lykilmanna. Og einyrkja, ég meina bara, við vitum aldrei hvað getur gerst fyrir okkur. Það er enginn til að taka keflið, félag lykilmanna bakkar okkur. Margir kjósa að standa utan stéttarfélags og ég var einn þeirra þangað til að ég heyrði af félagi lykilmanna. Og þar borgar bara minna fyrir meira sko. Það er eiginlega bara svona mín skilaboð. Já. Og þannig að eins og ég segi, ekki vera að borga undir aðra. Þú ert að borga í alls konar orlofshúsasjóð og annað hjá stéttarfélögum en ekki þarna. Bara það sem skiptir máli. Þökkum félagi lykilmanna kærlega fyrir. Herru, ég ætla að fara yfir Yngvi dagatal launþegans. Já. Dagatal launþegans 2025 og þetta er náttúrulega bara eins og ég sagði á þannig fyrst skipti sem við erum að hittast inn á tveir í föstudagsskaffinu á nýjári og við rennur hreinlega bara blóð til skyldunar að upplýsa launþega landsins frídaga ársins og það er í rauninni ekki af ástæðu lausu. Ég væri ekkert að gera þetta nema fyrir þær sakir að þetta ár 2025 kom svona í ljós við nánari skoðun að þetta er líklega besta mögulega niðurröðun frídaga sem nokkur launþegi getur beðið. Já, þannig heyrið það, orðin illa þreytt í vinnunni. Ekki segja upp strax. Nei, hingri 12 mánuði hingri út árið 2025 því að sko takk í Reykjavíkurborg á þetta. Fullnýti alla veikindadaga, vinnustyttingu. Svo eru nokkri konu með styttingu vinnuvíkunar líka og nýta. Þetta verður bara algjör veisla fyrir launþegana þetta 2025 ár sko. Þegar ESG-bólan fjarar út. Hvenær verður það? Það er að gerast úti. Reyndar ekki hérna heima. Nei. En þegar það gerist ætli ljósin farið þá á vinnustyttingu og hvað það er mikið hratt. Hvað veit maður? Ég meina, þú veist sem er ekkert annað en þjónustuskerðing á alla. Já, og þú veist og þetta er náttúrulega hið opinbera sem leiðir þetta. Já, það er besta svo sem eftir að birta gögna svona besta skýringin var alltaf að veikindadöfum myndi fækka. Við sáum það nú bara nýlega það er eiginlega frétt sem ég hefði þurft að með Reykjavíkurborg. Það var reynda þannig að þetta var aðeins niður en var þetta á milli ára? Já, en ef þú tekur þú veist, þetta er hrottalega háar. Hvað voru þetta ekki? Þetta er 8% eða eitthvað. Bara hversu leiðilegt er í vinnunni þannig að þú þurfur að vera að fullnýta
Hvar þessi frétt? Var þetta ekki einhver 7.000 vinnudagar sem fóru í Þetta voru 800 á dag held ég. Nei, 800 á dag? Já, eða þú veist, Reykjavík borgaði með 11.000 starfsmenn eða eitthvað, þetta alveg unreal. Já, byrju, sko, ég verð að finna þetta. Getur ekki flett þessu upp hérna? Jú. Við. Já, mest lesið. Já, hérna, 850 borgarstarfsmenn veikir á dag. Já. Shit. Prósentan var samt niður. En hugsaði samt ef þú horfir á tímafjöldan sem þú tekur út fyrir alla starfsmenn í styttingu vinnuvíkunar. Já. Var svona spissi, ok, var það worth it? Shit, ok, þannig að 7.000 vinnudagar ekki einu sinni langt frá að vera accurate. Já. Veikir á dag? Allt árið kring? Nei. Já, það getur ekki verið. Komið ekki frá borginni eða? Þú með sko 7,7%. Þetta ekki eitthvað nálægt hérna? Fórum úr 8,6% í 7,7%. Já. Þetta minni en 1% stig. Þannig að við erum að tala um að það 7,7% af öllum rekstrinum á dag sem að skerðist bara. Jésús. Það ok. Ég ekki viss að þetta finnist í eitthvað geranum, en hvað veit maður? Já. Þetta eru svakalega tölur, allavega. En sko, aftur að dagatali launþegars, það sem merkilegt hérna að það hittir engin dagur sem bundið við dagsetningu á helgi. Og það bara til að byrja með. Þannig að skilaboðin eru bara til starfsmanna Reykjavíkurborgar. Hang in there. Þú veist, haldið áfram að fullnýta veiðigjendadagana. Það mun ekkert gerst með þá. Takk orlofið, fullnýtt orlofið. Svo að koma good shit páskar. Heilræði frá hittan. Já, það að koma good shit páskar. Good shit páskar núna fram. Og enn betri jól, hvað með þetta? Sko, við byrjum hérna 1. janúar, bara núna þessu ári. 1. janúar liðin, það á miðvikudegi. Svo 1. maí. Hann hittir á 50dag. Baby. Svo ertu með 17. júní, lýðveldisdaginn sjálfan. Hann á 3. degi. Býtu. Sláum að segja þessu upp. Þannig að þú ert að taka 1. maí á 50 degi. Ég myndi senda mér reminder núna að vera að drafta post á launabókhald og annað. Já. Að annarkvort skrá sig veikan föstudaginn annan. Já, eða verið frí. Þetta getur verið mjög strategist. Já, þannig að það fá 5 daga. Já. Fara aðeins aftur yfir páskana. Nei, sko, 17. júní er bara til að nefna sko hérna. Já, þú ert að taka staka yfir fyrst. Staka daga sem er 1. jan og hérna hann hittir á miðvikudag, 1. maí hittir á 50 dag, 17. júní á þriðjudag. Já, þannig ég veit hvað það hugsa hér. Hér á að vera að senda á mannusdeildina þú sért fjarverandi 16. júní. Já. Þannig þú náir mögulega að nýta vinnustyttingu þarna föstudaginn 14. júní. Þá ertu kannski að komast út í hádeginu. Sko, þetta geti verið út að mæta geti verið öflug strategía sko. Miðvikudaginn 18. En það er oft 20. og 17. Ég myndi vera veikur þarna. Sko, þetta er fáránlega góð uppröðun sko, því að hér er 1. maí og 17. júní, það er stationhelgi í boði á báðum þessum dögum. Þannig að þú ringið inn veikan á föstudaginn 2. maí eða þá hérna, mánudaginn 16. júní. Það ert að ná alveg 4 dögum þetta eru. Herðu, svo koma og þú veist hvað það er sem við hötum í þessu. Nei. Það eru miðvikudagar. Já, algjörlega. Því að þú vilt ekki fá frídag á miðvikudegi. Vissulega hitti 1. jan á miðvikudag sko, en þú veist skiptir ekki máli. Splittar ekki diff. Nei, splittar ekki diff. Svo koma páskarnir og það náttúrulega alltaf fastir dagar, þú veist, það er föstudagurinn langi, það hittir í apríl, það er 18. apríl. Það eru seint páskarnir þetta árið. 18. apríl, greinum það eins. Það er á föstudegi, já, hann er nú alltaf á föstudegi. Má eiga það. Ok. En svo er það sem gleymist, sko, að náttúrulega sumardagurinn 1. líka. Hann er reyndar alltaf á 5. Hann er 1. 5. dagur eftir 18. apríl. Svo kallaði 1. dagur hörpu. Já. Nú, en allavega hann er þá 25. Getur það ekki verið? Hann er sumardagurinn 1. er 24. En allavega já, 24. En svo sko fókusum á dagar sem eru bundnir við dagsendingar. Og það er eins og jólin. 24. des, miðvikudagur. 25. des, 50 dagur. 27. des, börsari. Já, þú verður að tala við mig aðfangadagur þá hvenær? Miðvikudegi. Miðvikudaginn 24. Jóladagur 50 dag. Já. Annar jólum á 20. Þetta og svo kemur bara 27. 8. Það er bara lausun. Og svo það er sko einhverju framkvæmdastjórar í lífeyrissjóðum núna sem eru bara farin að hafa fjárhagskvíða því að kreditkorti verður út þannig sko. Þau eru að fara svona 5 vikna skíðaferðir á árinu sko. En svo ertu með sko, ef við tökum svo gamlárs
þá er 31. des miðvikudagur, 1. jan fimmtudagur og svo er 2. jan fössari og þú veist, það geta allir mætt þunnir á föstudegi sko. Nei, hjá borginni, þetta er bara veikindi. Já, þú veist, 2. jan fössari það er alveg þekkt að einhverju takir sér frí þarna og þá ert að fá í rauninni bara 5 daga frí frá þú veist, í rauninni 3. og 4. jan líka því að það er helgi. Það vorst að hugsa að gerast harkari á þessu ári, fara í ein rekstur eða vera einirki eða eitthvað, býtu í 1 ár. Þetta verður of gott sko. Þraukað þetta sko, því að vill þannig til sko að þetta er eiginlega bara árið 2025 er hagstæðasta mögulega útkoma á frítugum að mínum mati og ef ég er að telja rétt þá er þetta sem sagt 16 frídagar og fyrir utan þá dagar sem eru fastir helgar sem eru þá eins og páskar og hvítasunna, þá er þetta 14 dagar sem hitta á virkan dag 14 stykki og þetta er náttúrulega sannkallað martraðar ár fyrir vinnuveitendur sko draumur laun þeirra, sögðu þetta. Já. Og ég er talsmaður þeirra og vil óska þeim til hamingju með þetta. Shit, hvað, eru þingmenn að fara að vera með svona 300 fríta á þessu ári? Lítur út fyrir það. Sko, þingi er ekki ennþá byrjað, þannig þau eru eiginlega með janúar bara stikkfrí. Er ekki verið að tala að það verði í febrúar? Ég veit ekki. Já, samt fá þau greitt laun í janúar. Svo er þessi hrottalega apríl, þinglok eru vanlega hvenær, byrjun júní, þannig það er ekkert að gera í og byrjar ekki fyrir í ótt eða eitthvað svo eru einhverja kjördæmavikur þar sem þau bara svona rúlla þetta verður þægilegt fyrir þá en ég ætla að koma þessu að hérna að þessi uppbröðun á ári hún hefur ekki verið frá árinu síðan árið 2014 og kemur næst árið 2031 þannig að sko árið 2022 það var náttúrulega martröð launþegan sko og við höfðum nú orða á því það var alveg mjög erfitt fyrir marga síðan ekki og þá vorum við með sko 24. og 5. á laugardegi og sunnudegi þetta var erfitt fyrir marga 31. des og 1. jan einnig á laugardegi og sunnudegi og 2. jan 2023 var náttúrulega bara mánudagur allra mánudaga þannig að bara ég vildi upplýsa launþega landsins að það er veislu ári í vændum fyrir ykkur nóga fríi. Ég veit að það margir með uppsagnarbréfi í draft sitja bara í einhvern folder fram í janúar 2026 þetta er ekki árið til að hverfa að borða þetta er gott sko sitja uppsagnarbréfi í draft herru við ætlum að bara fara að loka þessu held ég við erum orðið tæpir það er að vera að rífa stúdíóð á okkur hérna þannig að við verðum aftur með ykkur sko næsta föstudag þá erum við með Brim og þetta er alveg stórmagnaði þáttur ársreiningur við höfum aldrei verið að lengi þetta er alvöru valjúbóm sem að einn er að droppa þarna enda sérfræðingur í þessum málum auðsa okkur kvótaverði og þessar upplýsingar eru virðið einhverja 100 áskalla getum orðað þannig það eru það herriði, þá þökkum við bara fyrir í dag vonum með þið indislega helgi kæru launþegar til hamingju með árið til hamingju með árið hvað sagðirðu, hvernig var ísinn hjá þér, jólunum bara góður, hvað ertu að fara að koma með núna? Ertu ekki alltaf með heima að gera nýs? Jó, mamma það er ekki ertu að tala um já, herri, kæru hlustendur við þökkum fyrir í dag mamma